Efnisyfirlit. Fyrsti kafli heitir Nágrannar og hann skiptist í Hvað kann ég, Sjálfsmat, Málfræði. Og hinir kaflarnir skiptast líka í sömu þætti: Hvað kann ég, Sjálfsmat og Málfræði. Annar kafli heitir Staðir. Þriðji kafli heitir Heima er best. Fjórði kafli heitir Venjur og siðir. Fimmti kafli Neyðarlínan. 6 Fjölskyldulíf. 7 Atvinnuleit. 8 Á ferð og flugi. Þýðið á spænsku. Nágrannar. Staðir. Heima er best. Venjur og siðir. Neyðarlínan. Fjölskyldulíf. Atvinnuleit. Á ferð og flugi. Þýðið á íslensku. Nágrannar. Staðir. Heima er best. Venjur og siðir. Neyðarlínan. Fjölskyldulíf. Atvinnuleit. Á ferð og flugi. Empareja la respuesta correcta en la segunda columna. Neyðarlínan. Heima er best. Fjölskyldulíf. Staðir. Nágrannar. Atvinnuleit. Á ferð og flugi. Venjur og siðir. Neyðarlínan. Número 5. Heima er best. Número 3. Númer 3. Fjölskyldulíf. Sex. Vida familiar. Staðir. Númer 2. Nágrannar. Númer 1. Atvinnuleit. Númer 7. Á ferð og flugi. Númer 8. Venjur og siðir. Númer 4. Já. Til hægri. Til vinstri. Fyrsta hæð. Hver býr hvar? Lestu lýsingarnar og merktu íbúðirnar með réttum tölustaf. Og þarna eigum við að hlusta á hljóðupptökuna. 1. Adam er Helgar pabbi. Hann á eina dóttur sem kemur stundum til hans helgar. Hún heitir Lovísa og er 5 ára. Þau gera alltaf eitthvað skemmtilegt
þegar Lovísa er í heimsókn. Adam les bók fyrir Lovísu. Hún er þreytt og fær bráðum að sofa. Hún er þreytt og fer bráðum að sofa. Hún er þreytt og fer bráðum að sofa. Hvar búa þau? Hver býr hvar? Já. Lestu lýsingarnar og merktu íbúðirnar með réttum tölustaf og svo kemur textinn á spænsku. Og svo er spurt, hvar búa þau? Donde viven? Rúna og Kim eru í sambúð. Þær eiga von á barni eftir 2 mánuði og eru mjög spenntar. Þær eru núna að undirbúa matarboð. Rúna skúrar gólfið en Kim eldar svínakjötspottrétt. Kötturinn Kelip horfir á, hann er líka svangur. Hvar búa þær? Giovanni er óperusöngvari. Hann er að fara í vinnuna á eftir, en núna er hann í baði og syngur í baðinu. Hann er fráskilinn og býr einn. Hvar býr hann? 4. Guðrún er einstæð móðir. Helga, litla dóttir hennar, sem er 2 ára, situr á gólfinu og leikur sér með kubba. Jón, bróðir Guðrúnar, situr í sófanum og vinnur í tölvunni. En Guðrún talar í símann og brosir. Hvar búa þau? Guðrún er einstæð móðir. Helga, litla dóttir hennar, sem er 2 ára, situr á gólfinu og leikur sér með kubba. Jón, bróðir Guðrúnar, situr í sófanum og vinnur í tölvunni, en Guðrún talar í símann og brosir. Hvar búa þau? Á hvaða hæð? Ívana og Anders eru þrennt hjón. Þau eiga 5 börn. Rebekka, 1 árs, vill ekki fara í náttfötin og grætur. Sören og Nanna eru 8 ára tvíburar og eru alltaf að rífast, líka núna. Emil er 3 ára prakkari og hann er uppi á borði og Kristína skýtur mömmu sína með vatnsbyssu. Hvar búa þau? Otra vez. Ívona og Anders eru þreytt hjón. Þau eiga 5 börn. Rebekka, 1 árs, vill ekki fara í náttfötin og grætur. Sören og Nanna eru 8 ára tvíburar og eru alltaf að rífast, líka núna. Emil er 3 ára prakkari og hann er uppi á borði og Kristína skýtur mömmu sína með vatnsbyssu. Hvar búa þau? Rodrigo er búinn að elda góðan mat fyrir kærastan Kjartan. Þeir borða nautasteik og drekka rauðvín. Það er dúkur á borðinu og kerti, mjög rómantískt. Hvar búa þeir?
Rodrigo er búinn að elda góðan mat fyrir kærastann Kjartan. Þeir borða nautasteik og drekka rauðvín. Það er dúkur á borðinu og kerti. Mjög rómantískt. Hvar búa þeir? Einhver er í stigaganginum að koma í heimsókn með blómvönd. Hvert er hann að fara? Hvað heldur þú? Einhver er í stigaganginum að koma í heimsókn með blómvönd. Hvert er hann að fara? Hvað heldur þú? Og hér á að merkja rétta hæð. Rodrigo og Kjartan búa á hvaða hæð? Ivana, Anders og börnin 5 búa þau á fyrstu hæð til hægri, fyrstu hæð til vinstri, annarri hæð til hægri, annarri hæð til vinstri, þriðju hæð til hægri eða þriðju hæð til vinstri. Rúna og Kim búa á, Giovanni býr á, Jón, Guðrún og Helga búa á. Tölum saman. Komdu sæl. Hvað heitir þú? Hvaðan ertu? Hvað ertu búinn að vera lengi á Íslandi? Áttu börn? Hvað eru þau gömul? Hvað finnst þér gaman að gera? Hvað ætlar þú að gera á morgun? Hvað langar þig að gera á morgun? Hvað gerir þú á hverjum degi? Hvað er hann gamall eða hvað er hún gömul? Hann er 1 árs. Hún er 1 árs. Hann er 2 ára. Hún er 2 ára. Hann er 3 ára. Hún er 3 ára. Hann er 4 ára. Hún er 4 ára. Hann er 5 ára. Hún er 5 ára. Segið frá hvort öðru. Hann heitir eða hún heitir. Hann er frá eða hún er frá. Hann er búinn að vera á Íslandi eða hún er búin að vera á Íslandi. Honum finnst gaman að eða henni finnst gaman að. Hann ætlar á morgun eða hún ætlar á morgun. Hann langar á morgun. Hana langar á morgun. Hann á hverjum degi eða hún á hverjum degi. Segið frá hvort öðru. Díganlo unas a otras. Já, og hérna er escriben las palabras que faltan. Og ég, þú og við skrifaðu orðin sem vantar. Ég tala oft í símann. Talar þú oft í síma? Og við tölum oft í síma. Að elda, ég elda stundum mat, stundum fisk. Eldar þú stundum fisk? Við og svo vantar við eldum stundum fisk. Að borða, ég borða
aldrei kjöt? Borðar þú kjöt? Aldrei kjöt. Við og svo framvegis. Að spila, ég spila bridge. Spila, spil. Spilar þú bridge? Við spilum bridge. Að skúra, ég skúra. Skúrar þú gólfið? Og svo þú vantar að teikna. Ég teiknar þú? Við teiknum mynd. Svörin respuestas eru þarna. Escribe las palabras que faltan og svörin eru gefin hér. Respuestas allí. Að horfa, ég horfi á sjónvarpið. Horfir þú á sjónvarpið? Við horfum á sjónvarpið. Að heita, að brosa, að læra, að gera. Já, og það er sama hér. Að vinna, að sitja, að leika, að gráta, að drekka, að syngja, sofa, að koma, að tala. Og svörin eru til hægri. Escribe las palabras que faltan. Að þvo, að búa, að hlæja, að fara, að lesa. Að þvo, svo kemur að ég þvæ irregular. Ég þvæ þvott á morgun. Þværð þú þvott á morgun? Við þvom þvott á morgun. Að búa, ég bý. Ég hlæ, svo framvegis. Escribe el texto, pero ahora usa la palabra yo. Ég heiti Giovanni, ég óperusöngvari, etc. ¿Qué dice la tía Frida? Hvað segir Fríða frænka? Jón, fyrirgefið. Allir sem eiga heima í fjölbýlishúsi eru í húsfélagi og borga í hússjóð. Í húsinu er sameign sem allir eiga saman. Til dæmis stigagangur, lyfta, geymslugangur, þvottahús og garðurinn. Ivona og Anders. Þau heita Ivona og Anders. Þau búa á annarri hæð. Þau eiga 5 börn. Þau hafa mikið að gera heima. Þau lesa, teikna, leika
gráta og hlæja á hverjum degi með börnunum. Á kvöldin eru þau þreytt og tala ekki mikið saman. Skrifaðu textann aftur en notaðu núna við. Við heitum Ivona og Anders. Við búum á annarri hæð, etc. 1,9. Tölum saman. Skrifaðu orðin sem vantar og spurðu svo. Eins og til dæmis, drekkur þú kaffi á morgnana? Já, ég drekk kaffi á morgnana. Eða, nei, ég drekk ekki kaffi. Græt kaffi á morgnana. Grætur þú stundum? Og svo framvegis. Þú oft fisk? Þú heima á hverjum degi? Þú oft? Þú á fyrstu hæð? Ólíkar fjölskyldur. Gift, í sambúð, fráskilin, einstæður faðir, einstæð móðir, helgarpabbi, einhleypur, einhleyp, lesbíur, giftar, hommar, giftir. Eins og skrifaðu eða segðu frá þér og fjölskyldu þinni. Hönnuney, hvað gerir þú á hverjum degi? Merktu við já, nei eða stundum. Ég bursta tennurnar. Já, nei eða stundum. Ég spila fótbolta. Ég segi góðan daginn. Ég brosi. Ég skúra gólfið. Ég syng í sturtu. Ég fer á netið. Ég tala íslensku. Ég tala við mömmu mína. Ég þvæ þvott. Ég les. Könnun 2. Hvað gerir þú á hverjum degi? Skrifaðu spurningar og spurðu svo alla í bekknum. Dæmi: brosir þú á hverjum degi? Já, nei, stundum. Hvað gerir þú helgar eða þegar þú átt frí? Ólíkar fjölskyldur. Það var búið. Gift, í sambúð, fráskilin, einstæður faðir, einstæð móðir, helgarpabbi, einhleypur, einhleyp, lesbíur, giftar, hommar, giftir. Krossgáta. Og svörin eru þarna. Lárétt, horisontal, lóðrétt, vertikal. Og já, þetta eru spurningar fyrir þig. Preguntas por ti. ¿Qué más aprendí? Autoevaluación. Los pasos en islandés, íslensku föllin.
Nefnifall, þolfall, þágufall, nefnifall til dæmis: hundurinn hleypur. Þolfall: ég sá hundinn. Þágufall: ég gaf hundinum beinið. Og eignarfall: þetta er bein hundsins. En ver. Sagnir. Ég sakna hans. Ég sakna hans. Nefnifall: ég sé hann. Þolfall: ég borða matinn. Þágufall: forsetningar. Ég tala hann. Það er þolfall. Þágufall: ég kem frá honum. Og eignarfall: ég fer til Reykjavíkur. Já. Ég set bókina á borðið. Borðið está en acusativo porque implica movimiento. Bókin er á borðinu. Á borðinu. Raðtölur. Números de serie. Nominativo. Þetta er más nominativo. Þetta er plus nefnifall. Dativo. Ég bý plus þágufall. Fyrsta hæð. Þetta er fyrsta hæð. Ég bý á fyrstu hæð. Önnur hæð. Þetta er önnur hæð. Ég bý á annarri hæð. Þriðja hæð. Þetta er þriðja hæð. Ég bý á þriðju hæð. Fjórða hæð. Þetta er fjórða hæð. Ég bý á fjórðu hæð. Fimmta hæð. Þetta er fimmta hæð. Ég bý á fimmtu hæð. Sjötta hæð. Þetta er sjötta hæð. Ég bý á sjöttu hæð. Sjöunda hæð. Þetta er sjöunda hæð. Ég bý á sjöundu hæð. Tölur. Aldur. Hvað er hann gamall? Hvað er hún gömul? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gömul? Hvað er hann gamall? Hann er eins árs. Hvað er hún gömul? Hún er eins árs. Hvað er hann gamall? Hann er 2 ára. Eða hún er 2 ára.
3 ára. Hvað er hann gamall? Hann er 3 ára. Hún er 3 ára. 4 ára. Hvað er hann gamall? Hann er 4 ára. Hvað er hún gömul? Hún er 4 ára. 5 ára. Hvað er hann gamall? Hann er 5 ára. Hvað er hún gömul? Hún er 5 ára. Hvað er hann gamall? Hann er 6 ára. Eða hún er 6 ára. Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gömul? Hvað ert þú gamall? Ég er 21 árs. 21 árs. Hvað ert þú gömul? Ég er 21 árs. Hvað ert þú gamall? Ég er 32 ára. Eða kona, hvað ert þú gömul? Ég er 32 ára. Hvað ert þú gamall? Ég er 43 ára. Eða hvað ert þú gömul? Ég er 43 ára. Mismó. Það er sama. 54 ára. Hvað ert þú gamall? Ég er 54 ára. Hvað ert þú gömul? Ég er 54 ára. 25 ára. Hvað ert þú gamall? Ég er 25 ára. Hvað ert þú gömul? Ég er 25 ára. Hvað ert þú gamall? Ég er 36 ára. Hvað ert þú gömul? Ég er 36 ára. Banco de palabras. Orðabanki. Notaðu orðabók. Orð að brosa. Svo þýðing. Espanjól. Að brosa. Að eiga von á barni. Að gráta. Að hlæja. Einhleyp eða einhleypur. Einstæð eða einstæður. Fráskilin eða fráskilinn. Fréttir. Giftur eða gift. Helgarpabbi. Hommi. Hæð. Fyrsta hæð, önnur hæð, þriðja hæð, fjórða hæð og svo framvegis, etc. Og svo framvegis. Kærasta. Kærasti. Lesbía. Matarboð. Óperusöngvari. Sambúð. Tvíburar. Unglingur. Þvottur. Palabras importantes. Og svo er það málfræði. Gramática verbas tiempo presente. Optional. Það er alveg að lesa. Já.